Einu sinni var 24. þáttur aldamóta árin. Bílarnir þróuðust. Árið 1770 birtist farkostur Kunos, árið 1828 dráttarvagn Gurney's, árið 1833 frumkvæði Hancocks og árið 1859 véltæki Ricketts. Árið 1875 skóp Bollé bifreið sína og 1894 birtist Panchard fyrst. Alveg kyrrir, svona. Næsti gjörðu svo vel. Tilbúnir, herramenn! Já, tilbúnir! Við erum tilbúnir. Nei, andartak. Ég vil líka mynd af mér. Árið 1894 var fyrsti kappaksturinn haldinn á leiðinni frá París til Rúðuborgar. Ykkur er ljóst að ekki er keppt í hraðakstri heldur úthaldi og öryggi því eigið að fara 126 km á 8 tímum. Það er ógerningur. Af stað! Allt var leyfilegt nema notkun dráttardýra. Þarna sáðust bílar sem gengu fyrir vogaafli, vatnsafli, Áfram. þrýstilofti eða þrýstivatni. Áfram! Þarna voru rafmagnsbílar, bílar sem gengu fyrir vökvablöndun og gasi, svo eitthvað sé talið. Ekkert þessara faratækja stóðust þátttökuskilyrðið að komast 50 km án þess að stansa. Mér hittar í hamsi, stjóri. Áfram! Nú fáðu þið til tevatsins. Hraðar! Þetta eru óðir menn, þeir fara yfir 20 km á klukkustund. Áfram! Árið síðar í júní 1895 var keppt á leiðinni París, Bordeaux og tilbaka. Þar með hóf saga kappaksturs. Í þetta sinn var akstursleiðin 1200 km löng. Af stað! Áfram! Áfram! Ég fylgist með þeim. Áfram! Við náum bensínum. Ég hef áhyggjur af bílnúmer 8 Peugeot. Er hann farið hjá? Nú. Það var einum færra. Afsakið, bless. Nýr bíll frá Bollé. Það var bara einn eftir. Áfram með smjörið. Við höfum ekki 4 tíma. Detti Jón bíllinn er á undan. Er einhver eftir okkur? Nei, það er allt í lagi. Þeir takast á loft. Þeir eru á 30 km hraða. Við höfum gott forskot. Stjóri, eigum að leika svo lítið á þá. Hví ekki það? Er þetta ekki sniðugt? Bordeaux er beint á augum. Æ, ég kvarta yfir þessum vegi við yfirvöld. Ég læt ekki bjóða mér þetta. Ég held að Bordeaux væri stærri. Við náum aldrei Detti Jón bílnum. Víkið! Þeir aftur. 5 mínútur. Leiktu þetta ekki aftur. Andartak, stjóri. Nei, hvað sé ég? Nei, er ég orðinn vitlaus? 5 mínútur, stjóri. Nú stóð keppnin milli gufuafls og steinolíu. Gufuvélin var aflmeiri en viðkvæmari. Árið 1859 fann Drake nokkur dálitla olíu í Pennsylvaníu. Þá stofnaði náungi að nafni Rockefeller félag sem hann kallaði Standard Oil. Þá smíðaði bandarískur vélvirki olíuknúið faratæki sem hann kom ekki út dyrnar. Sá hét Henry Ford. Við erum komnir til Bordeaux. Snúum við. Eins og skott. Sérðu það sem ég sé? Jæja, ertu búinn að laga þetta? Andartak, stjóri, andartak. Liðleskja mín. Já, stjóri. Og sigurvegararnir komu glaðir í mark. Árið 1900 voru 400 milljónir manna í Evrópu, 900 milljónir í Asíu, 150 milljónir í Ameríku og 120 milljónir í Afríku. Hvítir menn voru allsráðandi en ekki í Japan. Þrælaverslun hafði verið ábatasöm atvinnugrein en var nú að mestu aflögð. Með nýlenduskeiðinu gerðust menn stórtækari. Heilu þjóðirnar voru arðrændar.
Við getum ekki látið fávísa menn ráða hálfum heiminum, sagði hagfræðingurinn Leroy Belleux. Yfirráð okkar geta tryggt þessum vesalingum frið og hagsæld. Já, engilsaxneski stofninn drottnar yfir heiminum, sagði Joseph Chamberlain, breskur stjórnmálamaður. Leikreglurnar voru ákvarðaðar með samningi gerðum í Berlín. Evrópumenn slóu exin á Asíu og 90 hundraðshluta Afríku. Reyndu aftur. Svona. Nú hefst það. Árið 1900 sigruðu repúblíkanar í kosningum í Frakklandi og 2 verkamenn unnu í bílasmiðju Renaults. Þetta duga. Já, nú ætti þetta að duga. Freud rannsakaði drauma, Planck skammtakenninguna, Pavlov áunin viðbrögð, Rutherford byggingu atómsins og Einstein afstæðiskenninguna. Vel af sér vikið. Nú gengur eins og saumavél. Til hamingju. Ertu að verða búinn, Petra? Já, herra. Ceres á kvöldin? Torpedo, síðdegis. Sá frúin eitthvað falleg? Já, alveg dásamlega tískusýningu. Eigum við að ganga svolítið? Endilega, ekkert líkur á. Nei, sjáu þessa mynd, ekki sem erst. Hún eftir Picasso, hann nýr. Hann á allir eftir að vera frægur. Við erum fljótar að ganga. Já, en það þreytandi. Árið 1900 fékk kona fyrst lögmannsréttindi. Þá störfuðu þegar nokkrar konur sem læknar. Konur fengu að sækja æðri skóla. Nokkrar gengu í Sorbonne, en það var ekki fyrir 1908 sem kona kenndi þar fyrst. Það var Marie Curie. Hvaða tilgangi þjóna þessu göng? Það var vist að ganga lest þau. Lest? Já, hún kölluð neðanjarðarlest. Og hvernig á maður að anda? Já, það skal ég ekki segja. Það sem þið getur dottið í hug. Það er indælisveður. Hvað er að gera? Förum í bátsferð. Það er svo margt á sunnudögum. Ákveðið ykkur, fróði væru nú ekki vandræðum. Komið með mér. Ætti nú, ég get ekki meira. Það er sunnudagur, við skulum lyfta okkur upp. Það er ágætlega mig hér. Sjáðu þessa auglýsingu. Þetta er bíógraf. Maður sér allt mögulegt og situr kyrr í sætinu. Það henta mér ágætlega. Við þangað. Bændur flosnuðu upp og héldu til borganna í leit að betra starfi. Þar voru fyrir fátækra hverfi og þéttsetnar útborgir. Íbúafjöldi Evrópu tvöfaldaðist á árunum frá 1850 til 1914. Á sama tíma fimmfaldaðist íbúafjöldi borganna. Það var til stétt verkamanna sem ekkert áttu utan atvinnuna. Hana varð að standa vörð. Atvinnurekandinn á allt til alls. Verkalýðshreyfingunni og fiskurum Píus X. páfi hét verkamönnum betra lífi eftir dauðan, en menn gátu ekki beðið svo lengi. Grípum til aðgerða. Já, krefumst hærri launa. Hærri laun, hærri laun, hærri laun fyrir alla. Nútíminn var hafinn. Og Afrodíta fyrir hana stélið. Haha, bravo! Bravo! Petra, þá! Petra, síminn. Til mín. Ertu viss? Halló, er þetta Petra? Það er Pétur sem talar? Hrópaðu ekki svona, ég heyri ágætlega. Ha? Þetta dettur þér í huga að hringja, ég er í vinnu hér. Hvað segiru? Ótrúlegt, þessi Picasso hefur komið á verkstæði til okkar. Þetta er alveg svo við stelpunnar. Tilbúnar stúlkur. Helgarfríði var löglegt og menn nutu þess.
Hvernig væri að fara niður á strönd? Sjáðu stóra bílinn framöndan, nú förum við fram úr honum. Þannig er eitt sem vill fara fram úr okkur, stjóri. Jeremy. Heyrir hann ekkert eða hvað? Víktu augliðinn. Hann er snar vitlaus. Ég skal kenna þér mannasiði, aumingiðinn. Gjörðu svo vel, farið fram úr. Haldið ykkur fast, kröppbeygja. Svona! Hvað eru þeir að gera? Hvað ertu að gera? Þeir það tí. Þetta eru skrýtnar aðferðir. Nei, gerðu svo vel. Býtu nú bara, nú færðu það óþvegið. Nei, mamma, það vill lemja mig, stjóri. Er eitthvað að? Hvort það er, nú fáið þið ráðningu. Hæga nú. Jæja þá, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Komið nær, nú verður gaman. Stjóri, Vatnið er kalt. Ég fara það ekki á langt, aðeins svo djúpt og myndi að fara ekki langt. Hvað er nú þetta? Japanir sigruðu Rússa og innlimuðu Kóreu. Þar með var bundinn endir á yfirráð Evrópubúa í Austurlöndum fjær. Alveg kyrr. Þá er það framköllunin. Þetta er góð mynd, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Sjáðu, elskan, hér vann ég sem ung stúlka. Stundum kom ég hingað til að skoða. Hvað er þetta, mamma? Herramaður held ég, sérðu gyðvaraskeggið. Mér finnst þetta ljótur kall. Komdu nú, komdu. Víst er hann óvinlegur. Ég hef með dálítið handa þér að þú verið þægur vinnur. Hvað er það, mamma? Segðu mér, heyrðu. Hér er margt fólk. Ég hef vissum að ég fæ leikfang. Brjóstsykur. Hvað er að fá? Býttu í þetta. Ég vil það ekki. Hvað er þetta? Þetta heitir banani, hann er bragðgóður. Hann vex í heitulöndunum þar sem eru pálmatrí og þeldökkir menn. Drenginni hérna hafa aldrei borðað svona. Samkomulagi Breta og Frakka var svarað með samkomulagi Austurríkismanna, Þjóðverja og Ítala. Staðan var ljós og hervæðing hófst. Hvaða gagn er þessu járnflykki? Eiffelturninum? Já, ég veit það ekki. Það verður að hefja framleiðslu á þessu tafarlaust. Eru þið komin? Pappi. Segðu pappa hvað varst að gera, Pési litli. Ég borðaði banana og fannst það vondur, en mér þykir vænt pappa og mömmu. Það er bara lagið, drengur minn. Börn eiga að virða foreldra sína. Það er hárrétt. Njótið nú hamingjuna meðan hægt er, börnin góð. Því fljótt skipast veður í lofti, sem ég alltaf sagt. Tolstói, Dostojevski, Verlan, Rimbaud, Ibsen, Björnsson og Strindberg mótmæltu ómannúlegum heimi en því var ekki sinnt. Herveldin vildu gera út málin, Frakkar vildu verjast og þjóðernisvakning reis hátt í Þýskalandi og með slavneskum þjóðum. Þetta er alfullkomið. Þetta gengur aldrei. Þetta eru draumórar. Jæja. En þetta?
Og þetta gengur ekki? Ertu með fleira til að sýna okkur? Ég skil fyrir en skellur í tönnum, herra mínir. Sá bráður. Gott blessað veðrið. Þetta svei mér girnilegt. Vonandi gleymi sinnebið ekki. Nei, engin hætt á því. Hvað bragð gott. Hætt að kitla mig. Eins og þjóðfélagsþróunin var orðin kom styrjöldin sér vel. Með henni lauk sundurlyndinu og gömul gildi fengu merkingu að nýju. Ekki varði það lengi. Forðum okkur í skjól. Stjórnmálafræðingurinn Bernhardi sagði skömmu fyrir 1914: Stríð ekki aðeins líffræðileg nauðsyn, heldur oft siðferðisleg skylda, ómissandi þáttur siðmenningar. Að vísu var hann prússneskur hershöfðingi. Stríð braust út. Veila mannkyns. Við snúumst gegn öllum þeim sem standa í vegi okkar. Öllum. Áfram. Ekki höfuðið. Þeir sem veita mótspyrnu verða bundnir við staurinn. Við staurinn. Stríð. Óábyrg forysta, ómarkviss milliríkjasambönd, árásargjarnt hervald. Þetta nægði til að heimurinn kynntist mesta blóðbaði sem sögur fóru af. Nietzsche hélt því fram að menn væru ekki jafnir og að ofurmenni væru öllum æðra. Hinn franski Gobineau og hinn breski Chamberlain tóku undir það. Eru ekki allir ofurmenni? Blessaður sjáumst fyrst aftur. Komdu fljótt aftur. Við komum aftur, við lúskum á þeim og komum svo aftur. Við komum aftur. Þjóðverjar réðust óvænt inn í Belgíu, brátt áttu þeir aðeins 24 kílómetra eftir ófarna til Parísar. Það var gerð gagnsókn við Marne og víglínan var ákvörðuð. Húrra fyrir bílunum við Marne! Grafnar voru skotgrafir. Gagnsókn fylgdi hverri árás. Árás! Árás! Eins og allir aðrir. Skal gert, stjóri. Eða þá, þetta býði ykkur. Hvað vegur vopnið? 350 tonn full hlaðið að vísum. Nú, það bara fyrstlega ekki. Hér er annað. Já. Hér er annað betra. Jarðskipið. 38 metra langt, 22 metra breitt. Ósigrandi virki. Jæja, nú skil ég. Já, nei. Ekki fara. Svona má hlífa fallbys á mönnum. Þetta kalla ég skriðdreka. Þetta líst mér vel á. Er það þá ákveðið? Árið 1917 skárust Bandaríkjamenn í leikinn. Þá drógu Rússar sig í hlé og byltingin hófst. Þetta er það nýjasta. Nú er það hjálmur. Þetta er jafnframt fata. Panna. Og skófla. Þetta er skrúfubíll sem kemst holt og bolt og þóttu víðar væri leitað. Nei. Jæja, hér er nýjung. Hríðskotabissa. Sjáu þið þetta. Hríðskotabissa sem skýtur milli skrúfublaða. Ykkur er ekki alvara.
1918 var árás Þjóðverja svara með gagnsókn bandamanna. Affram, messieurs. Go ahead, gentlemen. Carry on, okay. Þann 11. nóvember 1918 sigruðu bandamenn. 25 milljónir manna fjallu, jafnmargir hlutu sár og örkuml. Til hvers var þessi ómælda þjáning? Þjónaði hún heimsfriði alla framtíð? Keisarinn sagði af sér. Hann stundi, ég óskaði ekki eftir þessu og flúði svo. En hver óskaði eftir styrjöldinni? Hver gat séð fyrir afleiðingarnar? Lítum aftur til Rússlands, þar sem dregið hafði til stórtíðinda. Árið 1905 kom þar fyrst til átaka eftir ósigurinn gegn Japönum. Keisarinn miðlaði málum og leyfði að þing tæki til starfa. Friður komst á og keisarinn dró í land. Vesalingsbarnið að krókna og kulda. Já, skildi hún fá nokkurt brauð? Árið 1917 stóð styrjöldin sem hæst. Þetta var nútímalegur stríðsrekstur sem hæfði lítt Rússum. Þá skorti vopn, hermenn og vistir. 7 milljóna manna her var óvígur. Farðu heim, vinnan. Mamma en tekur við. Það þýðir ekkert að bíða, hveitið kom ekki og ég get ekki bakað. Við viljum sveig. Við viljum brauð. Gef okkur brauð. Brauð handa börnum okkar. Opnaðu. Í bæjunum ríkti hungursneið. Konurnar þoldu ekki að sjá börn sín veslast upp. Þetta gengur ekki lengur. Eitthvað verður að gera. Komið! Við viljum brauð. Gef okkur brauð handa börnunum okkar. Brauð. Gef okkur brauð. Í Guðs bænum brauð. Gef okkur brauð. Við viljum brauð. Hættum að vinna, félagar. Verkfall. Stæðu vélarnar. Stopp. Við viljum brauð. Við viljum brauð. Stöndum saman. Við viljum brauð. Lítið á kósakarnir. Bíðið. Félagar kósakar, gerið það, vendið okkur, hjálpið okkur, standið með okkur. Vendið okkur bræður okkar, börn okkar, vendið okkur kósakar, ég bið ykkur. Já! Kósakarnir um okkur. Húrra! Við höfnum kúninni, frelsi og atvinna, brauð handa börnunum okkar! Eigum við brauð? Nei, við höfum atvinnu, nei, við tökum hana með valdi, já! Við viljum brauð. Félagar, byltingin er hafin, byltingin! Við sigrum, alþýðan fer með völd, þetta er nýtt líf. Í miðju öngþveitinu birtist maður sem breytti gangi mannkynssögunnar. Lifi Lenín! Lifi Lenín! Lenín! Konan okkur gekk fram, Alexandra Kollontaja. Lenín! Félagar, þið eruð rússneska byltingin, framvörður alþjóðlegs verkalýðshers. Frelsi til handa stjórnarsinnum einum, flokksmeðlimum, það er ekkert frelsi.
Frelsi og hefur alltaf verið skoðanafrelsi. Frelsi einskis virði ef það forréttindi fárra. Sagði Rosa Luxemburg síðar.